Komið sæl, ég heiti Varvara Lasenka og ætla að segja ykkur frá tilfinningum í heilsögu. Bókmenntir fyrir alda eru stundum skilgreindar sem tvívíddir. Það er ekki gefin innsýn í tilfinningaheim sögupersóna, hvorki hugsanir þeirra. Engu að síður er tilfinningaheimur Íslendingasagna engin hvítur blettur í fræðilegri orðræðu og hafa að minnsta kosti nokkrir fræðimenn velt honum fyrir sér síðan í lok 19. aldar, þar sem Grímur Thomsen, skáld og bókmenntafræðingur, var meðal þeirra fyrstu og skoðaði mismun á milli hetja forngrikja og Rómverja og norræna söguhetja út frá sjónarhóli tilfinninga. Í riti sínu helguðu norrænum drottningakvæðum segir hann meðal annars: Forngrikki tjáir ástríðu sína að fullu. Hann er ekki einu sinni hræddur að nota merkingarlausar upphrópanir. Því á móti verður norræn söguhetja með auknum hætti þöglegri á meðan tilfinning hennar stækkar, vegna þess að hún er ómeðvituð vanhæfni máls til þess að tjá tilfinningar. Þess vegna móðgar hún tilraunir til að tjá þær. Tilfinningalegur heimur Norðurlanda er vissulega ólíkur tilfinningaheimi Evrópubúa. Á þetta bendir bókmenntafræðingur Sif Ríkharðsdóttir. Samkvæmt henni var þessi menningarlegur mismunur alltaf tekin hliðsjón af í þýðingum erlendra texta á norrænu á síðari miðöldum. Sem dæmi var gráttur karlmanna ekki álitinn vera drengilegur. Þess vegna voru textar þar sem hann kom fram breyttir á þann hátt að grátir karlmenn komu ekki við sögu. Á þetta bendir einnig William Jan Miller í grein sinni Tilfinningar og Íslendingasögur sem frá árinu 1992. Hann leggur áherslu á viðeigandi gildi tilfinninga, sem snýst það að í sögulegum ritum byggjast birtingarmyndir tilfinninga á forsendum þess sem var þekkt og viðurkennt í samfélaginu. Mögulega þess vegna koma tilfinningar í Íslendingasögum fram á óbeinin hátt, helst í gegnum sómatísk einkenni. Sómatíska kenningin tilfinninga í Íslendingasögum var fyrst sett fram af sænska bókmenntafræðingi Lars Lennart á árunum 1960. Framar var þessi kenning þróuð af bandaríska sagnfræðingi Barbara Rosenheim. Samkvæmt henni koma tilfinningar fram helst í formi líkamshreyfings, titrings, látbragðs, roða í andlitinu, bólgu, ómeins og fleira. Bókmenntafræðingur Aðalheiður Guðmundsdóttir telur að jafnvel hamskipti getur verið birtingarmynd tilfinninga, svo sem mikillar reiði. Að gerast berserkur utan við sig með reiði er talsverða algengt í Íslendingasögum, þar með í heilsögum. Það hvernig tilfinningar eru tjáðir er eftir því hvaða tilfinningaleg hefð stýrir hegðun manna á tilteknum stað í tilteknri menningu. Þetta hefur skrifað sagnfræðingur tilfinninga William Reddy. Hann heldur því fram að tilfinningaleg viðmið séu sett fram að ofan, einkum í litlum einangruðum samfélögum svo sem samfélögum Eyja. Ákveðið tilfinningamunstur eða reglugerð kallað Reddy tilfinningakerfi. Hegðun manna innan tilfinningakerfis er undirskipuð ákveðnum reglum, sem allir í samfélaginu verða að hlýðna og verður refsað fyrir brot og frávik. Frá þessu sjónarhóli var tilfinningakerfi Haralds Hárfagra og Eiríks blóðeggs ekki það sama og tilfinningakerfi Kveld-Úlfs, Skalla-Gríms og Egils.
Þeir neituðu að fara í þjónustu kóngsins enda einkenndust þeir af ólíkum tilfinningaskapi, einkum vegna hroka og sjálfstæðis en menn yfirleitt kónganna. Á þann hátt skárust tilfinningakerfi hvort á annað. Undantekningar frá tilfinningakerfum eru samkvæmt riti svonefnd tilfinningaskjól. Þannig skjól voru fyrr á öldum til dæmis leikhús. Það mátti birtast þar sem var bannað annars staðar í samfélaginu. En í samhengi Egils sögu var Ísland að nokkru leyti tilfinningaskjól fyrir Skalla-Grím og fjölskyldu hans. Samkvæmt Barböru Rosenwein voru tilfinningar á miðöldum beinar, sprengjandi, ólgandi. Þetta hlýtur að samræmast hugmyndinni tilfinningar sem líkamsvessa sem kom fram í fyrsta sinn hjá Forngrikkjum og Rómverjum, einkum hjá Galen sem var uppi á seinni hluta annarrar og byrjun 3. aldar. Tilfinningar gerðust ekki minna áberandi samkvæmt Rosenwein fyrr en 16. öld með stofnun dómstóla. Þá hófst siðmyndun tilfinninga. Að mati Rosenwein getur skilgreining tilfinninga breyst í tímans rás. Sem dæmi var ást á 10. öld samheiti kærleikans eða góðvildir. Rómantísk hugmynd ást birtist ekki fyrr en á 12. öld. Tár og grátur hafa einkum verið í brennidepli fræðimanna. Kristinn Mills, miðaldabókmenntafræðingur starfandi við Háskóla í Ósló, hefur rannsakað grát í Snorra-Eddu, konungasögum og Gesta Danorum. Hún túlkar grát Karlsins goða í tilviki dauða Baldurs og grát allra vera alheimsins eftir mistekna tilraun að endurheimta hann frá hel í því ljósi að á miðöldum var þetta minni þar sem þegnir sigruðu kónginn afar algeng. Þekktasta fordæmi er dauði kóngs Hákons þar sem segir í Heimskringlu að bæði vinir og óvinir grétu dauða hans. Kristinn Mills telur að grátur, einkum grátur karla, er notaður í miðaldabókmenntum til þess að tákna fráfall þeirra sem skilgreina má sem stórmenni, kónga, goða, hetja. Meðal aðra tilfinninga sem fræðimenn hafa velt fyrir sér í tengslum við Íslendingasögur eru öfund og skömm. Í bók eftir William Jan Miller sem ber heitið Niðurlæging verður athyglinum beint að öfund og skömm sem ráðandi tilfinningar á heiðinni tíð andspænis sektarkennd og iðrun kristni. Öfund og skömm eru samkvæmt Miller tvær tilfinningar sem skipta mestu máli í samfélaginu sem er stýrt af heiðurshugtakinu. Til þess að bæta eigin heiður var oftast herjað á heiður annarra í gegnum öfund og skömm. Hugsanlegt dæmi þetta í Egils-sögu er hegðun Hildiríðarsonar sem öfunduðu Þórólf, klöguðu hann fyrir Haraldi konungi og gerðu það að verkum að hann var ranglega tekinn af lífi. Aðferðir til að tjá tilfinningar í Egils-sögu segir Brynja Þorgeirsdóttir. Aðferðir til að tjá tilfinningar í Egils-sögu hefur Brynja Þorgeirsdóttir skrifað efnislega ritgerð. Hún bendir til þess að tilfinningar í Egils-sögum koma einkum fram í gegnum kvæði og eru sérstakar kenningar eða myndmál notaðir til þess að lýsa þeim. Kvæðakenningar tengjast aðallega 3 líkamspörtum, það er höfuð, hjarta og bringa.
Í Sonatorek Egilssögu koma fram 3 kenningar sem tengjast tilfinningum. Reynisreið kerrarúnanna. Það eina tilvik þar sem höfuðið kemur fram sem aðsetur hugarins. Egill vil meina að sorg kemur í veg fyrir því að hann geti hugsað og tjáð sig í gegnum ljóð. Mjög drengt tungu að hræra. Finnski fræðimaður Kersti Kanerva hefur rannsakað hugtakið ógæfa í íslenskum fornaldarbókmenntum. Hún heldur því fram að ógæfa sé ekki beinlínis andstæða hamingju eða það sama og óheppileg örlög. Ógæfa í hennar skilningi tilfinning. Ógæfa einstök frá því sjónarhóli að bæði einstaklingurinn sem ógæfamaður og fólk í kringum hans meðvituð af henni. Hún geislar úr manni. Dæmi þetta lýsing á útliti Skarphéðins og Egils. Að nokkru leyti var ljótt útlit Egils og dökkt hár hans, líkt og skalli Gríms, líkamlegt merki ógæfu þeirra, sem í samræmi við kenningu Rosenwein líkamlegrar birtingarmyndir tilfinninga. Ógæfa á sérstaklega við andlegan heim heiðinna manna, þar sem samviskuhugtakið og tilfinning sem það merkir, samviskubit eða sekt, var ekki ennþá til. Enda birtust öll þessi orð á borð við synd og iðrun ekki fyrr en kristnitaka tók sér stað á Íslandi. Að landnámaöld, þar sem atvik Egilssögu tóku sér stað, var heiðintrú yfirráðandi. Eins og Kanerva bendir á ákveðinn skilningur á milli orðanna gefa og ógæfa. Menningarheimur manna á miðöldum var heimur þakklætis. Með því að gefa gjöf voru menn að búa til samskipti. Það engin tilviljun að gjafir, einkum skip og öxi, hafa táknræn gildi í Egilssögu. Þorleifur, raunar báðir Þorleifar, númer 1 og númer 2, reyndu að bæta örlögum sín með því að gefa konungi skip. En ógæfa greinilega einnig eitthvað sem getur útbreitt sig á fleiri kynslóðir. Á þann hátt þó að Þorleifur, bróðir Skalla-Gríms og Þorleifur, bróðir Egils, gæfu konungi skip, gátu þeir ekki bætt örlögum sínum og breytt ógæfu í hamingju, enda var þá skaðinn sem af hvern úlfi var skeður með því að neita að gera gegn Haraldskonungs, ósambærilega stærri en mögulegar bætur í formi skipsins, enda konung var að ræða. Í hugmyndaheimi manna snemma á miðöldum var konungur jafningur goða og að særa hann leiddi til óbætanlegrar ógæfu, enda kunnu menn á þeirri tíð ekki að fyrirgefa. Fyrirgefningar voru kenndar mannfólki gegnum kristni eftir fyrirmynd Jesú. Eins og Kristoffer Crocker bendir á, hafa til okkar daga miðaldir verið skilgreindar aðallega sem tímabil óþroska bernsku mannfólks. Þetta merkileg viðlíking. Ég hugsaði hegðun barna einkum á yngra stigi leikskólaaldurs reiði og öfund mest ráðandi tilfinningar og ég hef skoðað samskipti þeirra sín á milli. Börn læra að vera vinir, að elska, að sýna kærleika og örlæti á efri stigum þroska, en þar sem þau hafa innfædda kunnáttu á helst reiði og gleði, enda í þessu tilviki eðlisgöt að ræða. Ég hef skoðað dæmi í Egilssögu notkun orða sem merkja tilfinningar, kemur í ljós að mest notuð orð reiður, reiði og sögnin að reiðast.
Konungur reiddist mjög við ræður þessar og mælti þó stillilega, sem hann var vanur jafnan, þá hann frétti þau tíðindi mikils varhugaverð. Blaðsíða 28. Konungur sá til hans og svarar engu, og sá menn að hann var reiður. Blaðsíða 29. Kom þá svo að konungur var reiðasti. Blaðsíða 34. Konungur þagði og setti hann reiðan á að sjá. Blaðsíða 61. En eftir kvöldið, þeir komu heim til borgar, var Egill allreiður. Egill hjó hann banahaug og gekk síðan til sætisins. Blaðsíða 99. Það athyglisvert að meðal allra sögupersóna konungur sá sem reiddist mest og oftast af öllum, og reiði hans það afl sem hrindir atburðum af stað. Það ekki alltaf sagt hvers vegna reiðist konungur hverju sinni, en það skýrt að reiði hans hefur uppruna í mótstöðu Hveruls og afkomendur hans. Reiði Haralds konungs og síðar Eiríks konungs og Hákons ástæða fyrir ógæfu Egils. Frá þessu sjónarhóli má túlka Egils sögu sem dæmisögu það að hver mótspyrna stjórnvöldum leiðir til óhamingju. Hugsað til þess að Snorri Sturluson talinn vera höfundur Egils sögu, má túlka hana á þann hátt að þetta var hans leið til að votta trygg sína fyrir konungum Noregs. Annað merkilegt í tengslum við reiði það að lýsingarorðið reiður getur stigbreyst og kemur stundum fram í efstu stigi. Konungur var reiðasti, en stundum til áherslu tekur það á sig forskeytið all. Var Egill allreiður. Reiðin þó ekki alltaf tjáð beint. Stundum merki hana breyting lit. Konungur roðnaði og þögn. Konungur mælti ekki. Þar sem Barbara Rosenwein kallar tilfinningakenni eða emotives á ensku. Konungur þagði og setti hann reiðan á að sjá. Blaðsíða 61. Það einnig merkilegt að konungur sá eini aðili sem getur reiðist. Reiði aðra sögupersóna ekki getið í Egils sögu fyrir utan aðalpersónuna Egil Skallagrímsson. Hann kemur fram reiður talsverða oft. Þar sem varðar aðra sögupersónur, liðsmenn Egils eða konungs, örstuskapið þeirra stundum lýst sem berserksgangi eða hamræmi, en þetta má túlka sem ósareiði. Hvert úlfur hafði í hendi bryntröll, og svo var sagt að þá hamaðist hann, og fleiri varu þeir förunautar hans, þá hömuðust. Blaðsíða 66. En að vera berserkur þýðir ekki eingöngu andleg reiði. Þetta á einnig við líkamlegan kraft og ónæmi fyrir vopnum óvinarins. Þórólfur var sármjór en barðinn meir, og engi var ósár á konungsskipinu fyrir framan siglu nema þeir eigi bitu jafn, en það voru berserkir. Blaðsíða 18. Andstæðan reiði gleði, og kemur þessi tilfinning af og til fram í Egils sögu, oftast sem afleiðing jákvæðs atburðs, til dæmis að fá skipað gjöf. Þórólfur
gaf konungi skipið. Konungur tók þá vel öðrum Þórólfs og gerði sig þá blíðan og kátan. Blaðsíða 25. Orð sem merkja gleði í Egilssögu eru kátur, alkátur, alfegnir, alglaður. Það er merkilegt að oftast gerist konungur kátur vegna hagrænna samskipta og viðtöku gjafa því að mátti hafa Skallagrímur, Egill og vinir þeirra hæfileika að gleðjast vegna mennskra samskipta, til dæmis góða tíðinda í fjölskyldunni eða heimkomu söguhetjunnar heila húfið. Björn sagði að þar var Þóra Hróarsdóttir, systir Þóris hersins. Skallagrímur var við þar alglaður og sagði svá að það var skyld og heimild systur Þóris, fóstbróður síns. Síða 84. Þeir Þórólfur urðu alfegnir Egill kom ofan. Síða 117. Á blaðsíðum 2-201 fann ég það bil 30 dæmi tilfinningar. Tilfinningarnar eru sjóntalsins og eru reiði, gleði eða ánægja, sorg, þrjár algengustu þeirra. Minna algeng eru ást, eingöngu 2 dæmi hana, ástarsorg sem kemur fram í einu tilfelli og þunglyndi sem kemur fram einu sinni. Annars fannst í textunum eitt tilvik skapskipti þar sem sögupersóna fer úr ölund í ánægju eftir að hafa fengið gjöf. Það er athyglisvert að konungar tveir, Haraldur og sonur hans Eiríkur, sýna fram eingöngu 2 andstæðar tilfinningar, reiði og gleði eða ánægju. Aðalpersónan, Skallagrímsson, sýnir hins vegar fram mismunandi tilfinningar. Hann er eftir tilvikum reiður, glaður eða kátur, sorgmæddur, ástfanginn og jafnvel vetrarþunglyndur. Annað merkilegt atriði varðandi birtingu tilfinninga í Egilssögu er það að tilfinningar kvenna koma næstum því hvergi fram, fyrir utan Ásgerðar sem verður sorgmædd þegar hún fréttir fráfall mannsins síns, Þórólfs. Hins vegar sýnir Þorgerður, dóttir Egils, honum mikla ást og umhyggju eftir dauða Böðvars. Orð hennar þegar hún leggst í rekkju hjá Agli eru eina tilvik tal kvenna fyrir utan ræðu Gunnhildar drottningar þar sem hún hvetur Eiríkur að höggva Egil jafnóðum. Tilfinningar á miðöldum voru einfaldar og í öllum tilfellum hægt að sjá uppruna þeirra, til dæmis gerðust Egill og Jarlsdóttir alkát vegna þess að þau hafa setið við drykkju. Reiði orsakast af óvirðingu sem getur verið fólgin í atriðum sem nútímamenn eru ef til vill ekki meðvitaðir Það hvar hverjir sáttu við drykkju gæti skipt máli frá sjónarhóli miðaldamenningu. Konungur gat særst og reiðist ef einhver kæmi í veislun að stærri lið förunauta en hann sjálfur, enda snýst siðmenning miðalda stærð og vigt. Frá þessu sjónarhóli er athyglisvert að sjá hvernig stórvexti og líkamskraftur Egils eru að mörgu leyti yfirmörk þess sem samtímamönnum hans þótti eðlileg og stemdi ógn hans ekki síst úr því. Trú hefur einnig áhrif á það hvernig tilfinningar koma fram hjá fólki á hverjum tímaskeiði. Í Egilssögu eru til staðar nokkrar vísbendingar til kristni.
Dæmi eru athöfn þar sem nýfætt barn verður vatni auðsinn og það að Aðalsteinn konungur var kristinn maður, þess vegna þurftu Þórólfur og Egill einnig að fara í nokkra athöfn. Trúarleg stoð á þess að vera hjá honum, eins og segir í sögunni. Þeir Þórólfur og Egill gerðu það eftir bæn konungs og létu brimsigast báðir. En að mestu leyti var þetta heimur heiðinna manna sem risu upp. Nýstöng, ristu rúnir, framdu seiður og galdur, voru hamramir og blóttuðu heiðin goð. Óðinn kemur að minnsta kosti einu sinni við sögu þar sem hann reiðist. Reið sé Rögn og Óðinn. Í heimi heiðinna manna eru reið góð, alþekkt fyrirbæri. Þess vegna reiddust menn eftir fyrirmynd þeirra öðru hvoru. Það er merkilegt þó að hræðsla kemur ekki fyrir í Egils sögu, þó að þessi tilfinning sé meðal þeirra algengustu á miðöldum. En mögulega kom hræðsla meiri til sögu í kristnum samfélögum, aðallega sem hræðsla fyrir Guði ásamt öðrum tilfinningum sem koma fram í kristilegum ritum sem leggja áherslu á örlæti, fyrirgefningu, kærleika og hreinleika. Í Egils sögu sjáum heiminn frá sjónarhóli manna sem þekkjast ekki við Jesú. Því eru tæknilega séð ennþá með heimsmynd Gamla testamentisins sem samþykkti blóðhefnd sem eðlilega hegðun meðal annarra öfga. Þess vegna fær 6 vetra gamall Egill það sem má túlka sem hrós frá móður sinni þegar hann drepur andstæðing í knallleiknum með axlarhöggi svo þegar stóð í heila. Heimur manna í Egils sögu er einfaldur heimur þar sem menn bárust við náttúru og hver með öðrum fyrir tilveru sína. Rán og manndráp voru eðlileg fyrirbæri í hversdagslegu lífi þeirra. Í samræmi við þetta voru tilfinningar þeirra grófar, einfaldar, beinar, sýnilegar og eftir tilvikum öfgafullar. Heimurinn var á víkingaöld enginn bein heimur viðkvæmra manna. Það er talsverður sparnaður af tilfinningum vegna stöðugrar lífsbaráttu. Jafnvel líkamlegur sársauki vegna afhöggvaða líkamsparta kemur varla á yfirborðið. En jafnvel í þeim tilvikum þar sem tilfinningar koma á yfirborðið er þeim gefið lítið athygli og varla greint þeim í sundur. Sama orð getur merkt mismunandi tilfinningar. Til dæmis reiður getur merkt pirringu, óánægju, leiðindi, vantraust og ofsareiði. Á sama hátt getur orðið kátur merkt gleði, ánægju, hressileika, fyndni og ölvun. Tilfinningar manna í Íslendingasögum gátu tekið sér útrás í blóðsúrhellingu annars vegar og merkilegum kvæðum hins vegar. Kveðskapur í Egils sögu er notaður til þess að tjá mismunandi tilfinningum frá sorg til ástar. Að semja kvæði er annars vegar leið til þess að gefa útrás tilfinningum. Hins vegar er þetta leið til þess að losna sig við þær. Eins og Christopher Croker heldur fram, var þessi kenningin birtingarmyndir tilfinninga sem líkamsvessa í gildi út miðalda tímaskeið á Íslandi og finnst
lýsingin á henni í Hauksbók sem handrit frá 14. öld. Textahöfundur Egils sögu þekktist sennilega vel við hana sem sést glögglega við lýsingu Egils eftir jarðarför Böðvars. En það sögn manna að hann þrútnaði svo að kirtillinn rifnaði af honum og svo hosurnar. Sorg í þessu tilviki sýnd fram á myndrænan hátt sem vesi sem flæðir í líkamanum Egils, þannig að hann verður eins og fullur belgur nær því að sprengja. Síðan liggur hann í rekkju og að svelta sig þangað til hann tekur ráð Þorgerðar að yrkja erfikvæði eftir Böðvar. Leið og hann að yrkja þetta 24 erinda kvæði tók Egill að hressast og lokið var kvæðinu þá færði hann það Ásgerði og Þorgerði og hjónum sínum. Reis hann þá og rekkju og settist í öndvegi. Blaðsíða 268. Þannig að sonardóttir hjálpaði honum að vinna úr sorginni og læknaði hann. Við getum frá sjónarhóli okkar menningarheims varla metið listræn gildi kvæða Egils sögu, en hlutverki sem höfuðlaust gegndi með því að bjarga honum úr lífshættu, sjá að óséð listræn gildi þess í menningarheimi samtímamanna Egils. Jafnvel stærsti óvinur gat metið það mikið að leysa Agli í stað þess að höggva hann, ber það vott þýðingu kveðskaps á þeirri tíð. Loforð í ljóðrænu formi hafði á sér meiri vigt en blóðhefð. En gegnum kvæði tjáðu menn tilfinningum sínum ekki beint, heldur var til þess notað flókið myndmál, eins og getið í ritgerð Brynju Þorgeirsdóttur, með flóknum myndhverfingum, viðlíkingum og öðrum stílbrögðum sem torveldur skilningi þessa tilfinninga. Þannig að hægt að segja að á víkingaöld reiði, öfundar og græðgi fylgdu menn öðrum tilfinningum sínum jafnnokkrar voru með tvöföldum hætti, annars vegar með því að segja frá þeim óbeint gegnum kvæði, hins vegar með því að setja á þær flókið myndmál sem gegnir hlutverki tilfinningalegrar Brynju. Takk fyrir mig. Afsakið ef þetta hefur verið svolítið langur fyrirlestur.